dæmi 7.16 fyrir það sem að gormur sem við getum sleppt massanum með 12 cm langur. Gormurinn, hann 12 cm langur. X0. Það ætlum að segja 0,12 metrar. Og hann þetta langur þegar að það ekkert fast í honum. Og ef við hengjum, ef við tökum þennan gorm, svona, það sem þetta X0, og við hengjum í hann einhvern massa, það sem massin 3,15 kíló. Þá sem sagt ef við hengjum hann í þá meilum við nýja lengd, þetta lengdin X0 og svo nýja lengdin hún X1. Hún 0,134 metrar. Það að laga þetta Allt í lagi. Við erum með X1, hann á að vera jafnt og 0,134 metrar og X0 0,12. Og þá getum við reiknað delta X sem 0,334 mínus 0,12 og þá fáum við mikið sem 0,014 metra. Ok, við þurfum að geima hann 10 joule af stöðuorku. Við vitum það að ef við erum með stöðuorku að þá það hálfur kx í öðru og við þurfum að finna k-ið. Það ekki gefið en það gefnar ákveðnar forsendur fyrir því sem við vitum að kraftur jafnt og k sinnum x og nú erum við með gefin massa sem hangir, þannig að við getum það F deilt með x, þetta í raun og veru delta x, það þetta x sem hangir utan í, það delta x. Það jafnt og k og til þess að finna kraftin þá það bara m sinum g deilt með delta x og sem gefur 3,15 sinnum 9,82 deilt með 0,014. Út úr þessu fáum við að k sé jafnt og cirka 2210 newton á meter. Þetta sem sagt gormstöðlinn sem við fáum út. Við ætlum að finna út sem sagt ef að við geymum 10 joule í honum að hversu sem sagt hver væri þá heildar lengdin á honum ef hann fær eftir lögmáli Hooks.
Þannig að það sem við gerum það að við ætlum að fá smá pláss hérna. Sagt, ok, við erum eitthvað sem við ætlum að geyma þetta aðeins. Við vitum það sem sagt að x0 áðan sem sé toys sé 0,12 metrar og hérna við ætlum sem sagt að finna nýtt x1 í raun og veru. Þannig að hérna við ætlum að við þurfum að finna sem sagt hversu hérna langur, hversu mikið hann þarf að lengjast. Þá erum við ætlum sem sagt að finna þetta hérna, utan þetta hér. Þannig að við ætlum sem sagt að segja sem sagt að u jafnt og hálfur kx í öðru, 2u jafnt og kx í öðru, 2u deilt með k jafnt og x í öðru, rótin af 2u deilt með k jafnt og x. Það sem að við gerðum var það að við lengdum báðum megin með 2 hér, við deildum báðum megin með k hér og tókum rótina af báðum hliðum hér. Allt í lagi. Þá ætlum við að finna sem sagt hversu mikið lenging á honum þegar að við erum með 10 joule, þannig að við segjum sem sagt að x-ið, þar sé að delta x-ið okkar, sem þetta x, nú þetta delta x, x-ið hérna, það jafnt og rótin af 2 sinnum 10 deilt með 2210 og ef við sláum þessu inn, slá þessu inn, tróka þessi hérna, þá fáum við plus mínus 0,095 metra. Plus mínus vegna þess að við vitum ekki hvort, þess að þegar við setjum í annað veld að vitum við hvort það sé plus eða mínus. Það skiptir ekki máli hvort að við sem sagt ítum gorminum saman sem sagt 0,095 metra eða að við sem sagt lengjum hann 0,095 metra. Það sem sagt orkan báðum megin svo sama. Þannig að það sem við gerum það að við erum með x, sem sagt heildar x þegar að hérna við viljum aðtöku hversu langur hann það getur verið 0,12 plus mínus 0,095 metrar. Þannig að x getur verið annars vegar, x sem sagt lægri talan sem sagt 0,12 mínus 0,095 ef við sem sagt þjöppum honum saman. Þá erum við með cirka 0,025 metra eða það þýðir sem sagt að gormurinn 2,5 cm sama þjappaður. Ef við lengjum hann sem sagt tókum í hann þá fáum við 0,12 sem sagt plus 0,095 leggjum það saman. Þá fáum við 0,215 metra eða 21,5 cm. Og þá erum við búin að leysa þetta dæmi.